Góðan daginn öll og velkomin. Síðla hluta árs 2014 ákvað Ferðamálastofa að verja talsverðri fjárhæð eða rétt 65 milljónum króna í að styðja við svokallaðar þolmarkarannsóknir á sviði ferðamála með myndarlegum hætti. Ástæður þessa voru mýmargar. Þolmarkarannsóknir höfðu þetta skorað mjög hátt í þá tiltölulega nýútkominni þarfagreiningu sem var unnin á vegum Ferðamálastofu en með þátttöku væntanlega mjög margra hér innanhúss í sambandi við rannsóknarþörfina fyrir ferðaþjónustuna. En á sama tíma þá hafði auðvitað, eins og við vitum öll af, orðið talsverð fjölgun ferðamanna á þeim árum sem liðin voru og auðvitað á þeim árum sem liðið hafa síðan. Það höfðu vaxið áhyggjur af álagi og vinsæla og viðkvæma ferðamannastaði og það voru vísbendingar og þetta var kannski eitthvað sem var svolítið nýtt í umræðinni þá, að það væri mögulega að fara að gæta óþreyju meðal þeirra sem samanskapa eina helstu auðlind ferðaþjónustunnar, þar að segja samfélagið og þjóðina sjálfa. Auk þessa þá var til staðar skortur á grunngögnum á ákveðnum sviðum þolmarkarannsókna og við höfum þá von að með þessu framtaki geti skapast tækifæri til að efla grunnþekkingu, treysta aðferðafræðilegan grunn rannsóknanna og opna möguleika til fleiri rannsóknarstarfa innan ferðamálafræða og tengdra sviða. Nú von okkar var jafnframt að þessar rannsóknir og svo vonandi kynning á þeim, athygli og umræða sem vonandi mun nú skapast þessar niðurstöður sem af þeim hafa hlotist, gæti orðið til þess að auka almenna þekkingu og skilning á drifkröftum sem að orka á þróun ferðaþjónustunnar og á þolmarkahugtakinu sjálfu, kannski ekki síst. Eitt af því sem ég myndi til dæmis vilja sjá vaxandi skilningur á því að þolmörk innan ferðaþjónustunnar eða áfangastöðum ferðamanna eru ekki einhver ein tala oftast nær. Og rannsóknir á sviði þolmarka beinast ekki að því að finna þessa tölu. Ég hef til dæmis stundum verið spurð að því, hver eru þolmörk þessa svæðis? Hver eru þolmörk Íslands? Og því til að svara að þolmörk eru auðvitað ekki eins og bílastæði sem með ákvarðaðan fjölda stæða. Heldur varla hægt að svara þessum spurningum með svona einföldum hætti vegna þess að hugtakið margslungið, það byggir á mörgum þáttum, það byggir á framboði þjónustu, skipulagsmálum, aðgerðum á sviði uppbyggingar og náttúruverndar, en ekki síst kannski framtíðarsýn okkar sem höndlum með atvinnugreinina, samfélagið og ferðamannastaðina, þar að segja grunninn, hvað viljum við sem gestgjafaþjóð? Hvaða mörk viljum við setja og hvernig viljum við tryggja að þau sem okkur heimsækja og þau sem við sækjumst eftir því að heimsækja okkur komi á þeim forsendum sem við höfum skilgreint og upplifi uppfyllingu þeirra væntinga sem við höfum oft á tíðum skapað sjálf. Þannig má í raun segja að vandaðar þolmarkarannsóknir geti verið mikilvægur grunnur að stefnumarkandi aðalskipulagsvinnu hjá sveitarfélögum og ekki síður því metnaðarfulla verkefni sem skilgreint í vegvísi fyrir ferðaþjónustuna, þar að segja að gera stefnumarkandi stjórnunaráætlanir, DMP, samstöfunin títtnefnda og útlenska, fyrir landshlutana, þannig að til verði ábyggileg, hlutlæg og metnaðarfull framtíðarsýn fyrir ferðaþjónustuna út allt land. Þolmarkarannsóknum innan ferðamála gjarnan skipt í 4 svið. Og svona til að ég einfaldi það í þeirri hættu að ég fái sjálf kritíkina sem ég var að koma með á. Þau sem snúa ferðamönnum, þau sem snúa heimamönnum, þolmörk umhverfis og náttúru og svo síðast ekki síst þolmörk þjónustuna sjálfrar, það er að segja hvað hún þolir að þenjast. En það rannsóknir sem fóru á grunni þessa framtaks tengdust 3 fyrst nefndu sviðunum. Ég fyrir hönd Ferðamálastofu stolt af því að hafa lagt hönd á plóg við að setja af stað þau rannsóknarverkefni sem hér eru kynnt í dag. Afraksturinn og heiðurinn þó þeirra sem að rannsóknunum vinnu og þeim ég líka fyrir hönd Ferðamálastofu þakklát. Ég hlakka mikið til að hlýða þau erindi sem hérna verða flutt, en mér líka mikill heiður af því að fá að kalla í pontu ráðherra ferðamála, Ragnheiði Elínu Árnadóttur, sem ætlar að ávarpa okkur og gaf sér tíma til þess í þeim önnum sem að núna eru auðvitað. En ég eins og sem fundarstjóri gerum best að tryggja tíma á þeim haldi í dag og þau sem til mín þekkja vita að mér langar ekki að vera leiðinleg.
en ég get alveg verið það. Og nú eru gaman. Takk fyrir og velkomin.